Það voru ég held ég hafi séð tölur það að á árunum 2008 til 2012 þá voru eitthvað 890 beiðnir sendar til dómstólana símhleranir. Já, einmitt. Það var fallist á 99,7% af þeim. Það náttúrulega bara ævintýrlegt. Það bara alveg skuggalegt sko. Já. Því að menn verða að athuga það að þegar að beðið símhlustun þá ekki hægt að gera sakborningnum grein fyrir því og ekki heldur verjandans vegna þess að það eyðileggur rannsóknaraðgerðina og þess vegna gátu menn bara farið fram sem þeir vildu. Og það var nú svo undarlegt, svo ég segi það nú bara hérna, að það kom í ljós að það var eins og einn héraðsdómstóll í landinu væri fúsari til þess að veita þessar heimildir og minna svona mögli heldur en aðrir. Og það var héraðsdómur Vesturlands. Já. Og hver ætli hafi setið þar í dómaraembætti? Hver er það? Sá maður núna forseti Hæstaréttar Íslands. Já. Hann samþykkti allar beiðnir og meðal annars beiðnir, það var nú eitt sem að... Benedikt Búason. Já. Og það var nú meðal annars eitt mál það sem að svo stóð á að það var verið að sleppa sakborningi úr gæsluvarðhaldi. Þegar maður sér fyrir sér þegar voru að tala saman lögreglum, ef ekki bara sleppa hann og hann hefur neitað að svara hérna, ef ekki bara sleppa hann úr gæsluvarðhaldi og svo fáum við að hlera símann hans. Og viðbrögðu hans við gæsluvarðhaldi. Já, það gerðist og Benedikt Bóasson veitti þá heimild, sko. En svo hefur það komið í ljós síðar í yngri dómi, þá vissuður ekki af því að forseti réttarins hafði staðið að þessu fyrir mörgum árum, sko. Það kom fram í yngri dómi að ef að hleraðu væri sími hjá manni sem hefði sem sakborningu verið bent á réttinn til þess að svara ekki spurningum, þá væri það brot á mannréttindum mannsins. Og þetta var forsendur í dómi og alveg auðvitað það skýrt að það ekki hægt að byrja á því að benda mannum á það að hann þurfi ekki að svara spurningum og fara svo að hlera það sem hann segir í símann. Fyrir utan þessi dæmi sem... Það bara reglar, þegar þú hefur tilkynnt manni þetta, honum ekki skylt að svara spurningum lögreglu, þá mátt ekki hlera hann strax í kjölfarið. Nei, ekki það brot sem hann sakaður og svona og þetta sem að þú talar með að tala við verjendur sína, það auðvitað líka alveg háheilagur hlutur, en svo annað að þú talar hrunið, ég verð að fá að segja það, að þar tókuður upp á því að breyta ákvæði í almennum hegningalögum til þess að geta sakfellt bankamenn sem voru sakaður að eiga sök á þessu hruni. Og þetta brot sem í auðgunarkafla almennra hegningarlaga. Þar skilyrði fyrir öllum brotum að það sé sannaður auðgunartilgangur á þann sem brýtur af sér. Eitt brotið heitir umboðssvik. Það felst í því að hafa tekið fé sem að maður hefur umboð fyrir að ráðstafa eins og til dæmis bankastjóri með fé bankans og maður leggur það undir sig að það fær einhverjum öðrum það og það ásetningur fyrir það að hafa þetta fé að bankanum og taka það sjálfur eða láta einhvern annan fá það. Þeir breyttu þessu ákvæði sem alltaf alveg fráleitt í bankahruninu og töldu það nóg til að sakfella menn fyrir umboðssvik ef að það hefði verið hætta á því að féð tapaðist við einhverja aðgerði þeirra. Þetta refsi ákvæði, þetta algjörlega óheimilt. Samanber það upptalninguna mín á því hvaða skilyrði þurfa að vera fyrir hendi. En það voru fjöldi manna sem voru dæmdir í 2 ára fangelsi fyrir það að hafa gerst sekir umboðssvik sem byggðust bara á því að þeir hefðu tekið áhættu með fé bankans. Auðvitað eru menn alltaf í öllum rekstri. Þá eru menn að taka áhættu. Og meira sé í lögum... Sérstaklega í banka og fjármálastarfsemi. Já. Og meira sé í lögum bókhald. Þá var sérstakt ákvæði það að það gæti verið refsivert að hætta fé fyrirtækisins sem starfað væri á. En þegar að tekið var til við að höfða mál á hendur bankamönnum, þá hafa þeir ekki getað nota það ákvæði þó að það gæti hafa átt við. Akkur ekki, vegna þess að brotin sem lögð voru við þessum brotum í þeim lögum, þau voru fyrnd. Þau fyrndust á 2 árum en brotin á almennum hegningalögum fyrnast á 6 árum. Og það skildi þó ekki hafa verið ástæðan fyrir því að það var ákært fyrir brot á almennum hegningalögum þó að þau stæðu alls ekki til þess. Þetta skildi þó ekki hafa verið ástæðan. En það þýðir ekkert fyrir mig að tala þetta. Hver tekur undir með mér? Þessi lögmannastétt og lögfræðingastétt í landinu alveg líðónýtt.